En við ætlum hins vegar að byrja á svartri skýrslu sem norskir lögmenn gerðu þátt endurskoðenda í starfsemi Landsbankans fyrir hrun. Þeir komast að þeirri niðurstöðu að ef endurskoðendur bankans hefðu starfað samkvæmt viðurkenndum stöðlum, hefðu sú skuld sem Íslendingar greiða vegna Icesave aldrei orðið eins há. Að mati skýrsluhöfundana var samskonar aðferðum beitt til að fegra bókhald Landsbankans og Glitnis. Eigendur Landsbankans virðast einnig hafa átt greiða leið að sjóðum bankans og bankinn ítrekað gert lítið úr þeirri áhættu sem fólst í að taka mikla áhættu með því að lána háar fjárhæðir til þeirra. Helgi Seljan tekur nú við. Skýrslan fjallar það hvernig endurskoðun Landsbankans var háttað á árunum fyrir hrun og gerð að beiðni Evu Jolie og sérstaks saksóknara. Helge Skoseth Berg vann skýrsluna en hann norskur lögmaður sem sérhæfir sig í fjármálaglæpum. Byggt á gögnum frá Landsbankanum og PricewaterhouseCoopers endurskoðanda bankans. Niðurstöðurnar eru sláandi og gefa til kynna að ábyrgðir vegna Icesave-reikningana hefðu ekki þurft að falla á ríkið í þeim mæli sem raunin varð. Og á því bera endurskoðendur PricewaterhouseCoopers ekki síst ábyrgð. Landsbankinn hefði að mati norsku skýrsluhöfundana átt að missa starfsleyfi sitt ekki síðar en í árslok 2007. Brellur í bókhaldi bankans áttu að vera endurskoðendunum ljósar. Einnig kemur fram að þeir hafa ekki eingöngu treyst of á upplýsingar frá bankanum sjálfum við mat á reikningunum, heldur hafi þeir beinlínis hundsað aðvaranir og ábendingar annað og að þér virðist vísvitandi sett fram fullyrðingar sem stönguðust á við upplýsingar sem þeim höfðu borist. Ársreikningur Landsbankans árin 2005, 2006 og 2007 voru þannig óviðunandi og sýndu fegraða mynd af stöðu bankans. Eigendurnir virðast hafa getað endurfjármagnað erlend lán sín með lánum úr Landsbankanum fyrir 20 milljarða. Eign Landsbankans í sjálfu sér var einnig vanmetin svo skeikaði 20 milljarða og lán til félaga í eigu eigandana og eiganda hinna bankana tveggja voru ranglega talin bankanum til tekna, þó allt útlit væri fyrir að þau væru glötuð. Stórkostlegt ofmat á virði lána virðist þannig hafa getað numið alltaf 100 milljörðum króna samkvæmt skýrslunni. Þar eru fyrirferðarmest félög sem Björgólfur Guðmundsson átti auk félaga sem tengdust Jóni Ásgeiri Jóhannessyni. Skuldir Icelandic Group við Landsbankans voru til dæmis 27 milljarðar við árslok 2007. Þá hafði rekstur félagsins ekki gengið sem skyldi nokkurt skeið en þrátt fyrir það var haldið áfram að lána til félagsins. Bankinn setti reyndar skilyrði fyrir 3,6 milljarða láni mitt ár 2007 en þau voru ekki uppfyllt. Veð voru eingöngu til fyrir tæpum helmingi þessara 27 milljarða. Þegar svo leit út fyrir að færa þyrfti lánin á afskriftareikninga vegna þess að líklegt þótti að þau getu tapast, var ákveðið að Grettir eignarhaldsfélag myndi lána Icelandic Group 40 milljónir evra til að grynnka á skuldum Icelandic. Það var sýndargjörningur samkvæmt skýrslunni því Grettir fékk lánið hjá Landsbankanum og framlengdi svo til Icelandic. Þrátt fyrir að skuldir við bankan hefðu ekkert minnkað, voru skuldirnar ekki færðar á afskriftareikning og því kom ekkert tap fram í bókum Landsbankans eins og hefði átt að gerast. Ráðandi hluthafi í öllum félögunum þremur var Björgólfur Guðmundsson. Í skýrslu Norðmannanna endurskoðunarfyrirtækið gagnrýnt fyrir að gera ekki athugasemdir við þessa fléttu bankans með félögum eigandans. Ámóta athugasemdir eru gerðar við 20 milljarða skuldir með takmörkuðum ábyrgðum sem tilheyrðu Prímusi, félagi Hannesar Smárassonar. Sömu sögu að segja af FL Group. Skuldbindingar þess félags við Landsbankans námu tæpum 80 milljörðum króna. Þegar svo bréf félagsins sem voru tryggingar bankans vegna lánana til FL féllu nærri 70% á 4 mánuðum var virði lánana ekki fært niður í bókum bankans. Eins og í tilfelli Glitnis voru eigendur Landsbankans umsvifamiklir skuldarar í bankanum. Sem dæmi það segja skýrsluhöfundar að lán til Björgólfs Thors frá árinu 2007 og fram að hruni hafi numið 97 milljörðum króna. Af því voru rúmir 20 milljarðar lán vegna endurfjármögnunar erlendra lána. Endurskoðendur PricewaterhouseCoopers virðast ekki hafa tekið alvarlega vísbendingar þrýsting á stjórnendur bankans frá eigendum varðandi fyrirgreiðslu. Í vinnugögnum endurskoðendana sem birt eru í skýrslunni kemur fram að á fundi þeirra með Sigurjóni Árnasyni bankastjóra hafi hann tjáð þeim að hann fyndi fyrir þrýstingi af hálfu eigendana lán til þeirra. Sigurjón lét þó fylgja með og hann teldi það ekki hafa áhrif á bankann.
3 mánuðum síðar skrifa sömu endurskoðendur í ársreikning Landsbankans. Eins og sakir standa eru engar grunnsendir sem PricewaterhouseCoopers veit af sem snerta óviðeigandi afskipti meðeiganda. Það vekur einnig athygli að á fundi endurskoðendana með Einari Þ. Harðarsyni, þá yfirmanni lánastýringar bankans, setti Einar fram alvarlegar athugasemdir við útlánastefnu bankans í nokkrum liðum. Samkvæmt skýrslunni mun Einar hafa varað endurskoðendur bankans við því að ekki væri nóg sett af slæmum lánum á afskriftareikninga bankans. Hann rökstuddi mál sitt í 4 liðum. Að lán þar sem tryggingar væru hlutabréf væru ekki eins örugg og áður. Að lánasafn bankans í London hefði versnað, að veðköllum hefði fjölgað mjög og að hlutabréfamarkaðir væru á niðurleið, auk þess hafi bankinn lánað allt of mikið af peningum til fárra einstaklinga og fyrirtækja. Síðar haft eftir Einari á fundi með endurskoðendum að allt sem tengist hlutabréfum sé í mikilli hættu og nauðsynlegt sé að færa niður virði lána á fyrsta ársfjórðungi 2008. 5 dögum eftir þennan seinni fund Einars með endurskoðendunum komast starfsmenn PricewaterhouseCoopers svo að þeirri niðurstöðu að ekki sé nein ástæða til að færa niður virði fleiri lána hjá bankanum. Vanhæfni fjármálaeftirlitsins til að fylgja eftir málum verður kannski best lýst með því að árið 2004 hófst þar vinna við að kanna áhættur Landsbankans gagnvart tengdum aðilum. Ástæða þess voru grunnsendir að Jón Ásgeir Jóhannesson og félög tengd honum væri þá komin með skuldbindingar sem næmu meira en 25% af eigin fé Landsbankans eða 44% í tilfelli Jóns. Eins ótrúlegt og það kann að hljóma með við mikilvægi málsins virðist sem vinnu við það hafi verið hætt vegna þess að starfsmenn sem unnu að málinu hættu störfum hjá eftirlitinu. Árið 2006 gerði FME samt alvarlegar athugasemdir við þessi mál í mörgum atriðum. Skilgreiningar bankans á tengdum aðilum var dregin í efa, sömuleiðis var efast að bankinn hefði tilkynnt viðskipti sem fólu í sér áhættu sem nam meiru en 10% af eigin fé. Bókhald bankans þótti misvísandi í þessu samhengi. Upplýsingum var einnig ábótavant. Landsbankinn svaraði og svo virðist sem þau svör hafi verið látin duga. Aftur voru gerðar athugasemdir árið 2007 og þá var kallað eftir upplýsingum frá bankanum og skýrsla gerð af fjármálaeftirlitinu í framhaldinu. Samkvæmt þessari skýrslu námu viðskipti Björgólfs Thors við bankan 30,7% af eigin fé og voru langt yfir mörkum, enda voru þá skuldbindingar Actavis við bankan taldar með. Landsbankinn harðneitaði þeirri skilgreiningu og svo virðist sem FME hafi látið þau svör duga og leyft bankanum að telja skuldbindingar Björgólfs Thors og Actavis ótengdar. Enn eitt dæmið misvísandi upplýsingar að sögn skýrsluhöfunda að finna í ársreikningi Landsbankans árið 2007. Þar beinlínis fullyrt að engin lán hefði verið veitt til Samson á því ári, en í gögnum sem rannsakendur hafa undir höndum kemur hins vegar fram að Björgólfur Thor hafi þvert á móti fengið 7 milljarða lán hjá bankanum það ár, þótt það hafi að vísu ekki verið á kennitölu Samsonar. Björgólfur Guðmundsson fekk auk þess lánum mitt ár 2008. Raunar benda skýrsluhöfundar á að á sama tíma og Björgólfur eldri fekk lán, greiddi Björgólfur yngri niður lán með svipaðri upphæð. Eins og framkom í Kastljósi í gær eru málefni verslunarkeðjunnar Iceland meðal þess sem endurskoðendur PricewaterhouseCoopers eru gagnrýndir fyrir í skýrslu Jean-Michel Matt Glitni. Líkt og Glitnir átti Landsbankinn lítinn hlut í keðjunni sem annars var í eigu Baugs og Fons. Norsku lögmennirnir segja í skýrslu sinni að endurskoðendur Landsbankans hefðu átt að gera athugasemdir við verðmat Iceland sem þeir töldu of hátt í bókum Landsbankans, enda hefði félagið verið afskráð af markaði og engar upplýsingar væru fyrirliggjandi sem ættu að hækka verðmatið í bókum bankans. Með þessu var bókhald Landsbankans á fyrsta ársfjórðungi ársins 2008 ofmetið heila 8 milljarða sem samsvarar rúmlega fjórðungi af hagnaði bankans á þeim tíma. Skýrsluhöfundar benda einnig á misræmi í uppreiknuðu verðmati Glitnis og svo aftur Landsbankans á þessum bréfum á sama tíma. Einkum og sér í lagi ef horft til þess að sama endurskoðunarskrifstofa staðfesti reikninga bankanna tveggja.